Jæja, herru, þá ég komin hérna í Laxá í Kjós, að afhenda 1 poka og svo komin aftur í bæinn. Góðan daginn! Ég er með mikla fréttir, ég er með mikilvægar fréttir. Ég og Anita og börnin, við erum búin að selja skipalónið og munum afhenda þar fyrsta. Ég held það, bara eftir 3 vikur. Eftir 3 vikur minnir mig alveg óbúslega að við afhendum hérna skipalónið og við erum að fara að flytja í Klausturhvamm í Hafnarfirði. Og það er bara dagamunur hvenær við fáum lyklana. Við erum búin að ganga frá greiðslum þannig að við eigum að fá lyklana. Hvort við fáum lyklana í dag, morgun eða föstudaginn kemur í ljós. En við erum gífurlega spennt, það eru mikla breytingar. Ég á eftir að sýna ykkur nákvæmlega hvernig það er og næstu dagar mun ég mun vera miklu duglegri að taka upp eftir að við fáum Klausturhvamminn. Það er einmitt svona minningar sem við viljum eiga og líka bara gaman fyrir krakkana að sjá þegar við fáum þetta og hvernig við tókum við þessu og hvernig þetta verður þegar þau eru orðin nógu gömul og eru að fylgjast með þessu. Þannig að það er mikið, við erum að fara að brjóta veggi og við erum að fara að breyta baðherberginu, við erum að fara að breyta hjónaherberginu, við erum að fara að rífa upp allt parkett, ég man ekki hvort ég var búinn að segja það, rífa upp allt parkettið bæði á efri hæðinni og neðri hæðinni og inn í hjónaherbergi, skiptum það og já, þannig að ég hvet ykkur að fylgjast með og þið sem eru ennþá að fylgjast með, bara takk æðislega fyrir stuðninginn og mér finnst leiðilegt hvað ég er mikill haugur að geta ekki tekið upp. Ég tek oft upp en það er einhvern veginn á kvöldin að klippa þetta, að setja þetta í tölvuna, að klippa þetta og vinna þetta og setja þetta á netið út af því að netið heima núna í skipalóninu er ekki gott út af því að við erum með svo gamla ráter að við erum með netið hjá Hringdu og já, við erum með netið hjá Hringdu. Þau eru búin að hringja 2 sinnum í mig og eru að biðja mig um að koma og skipta ráter út af að ráterinn er orðinn of lélegur fyrir uppfærsluna þeirra. Þannig að ég einhvern veginn sá ekki tilganginn í því að fara með ráterinn til þeirra fyrir mánuð og þurfa svo að fara aftur með hann, skila honum og fá annan þegar við förum í Klausturhvamminn. Þannig að já, það er mín pæling, þannig að netið heima er fínt, það er allt í lagi, en eins og fyrir mig að henda inn á YouTube, venjulega tekur það svona 20 mínútur, svona korter 20 mínútur að hlaða vídeónu inn á YouTube. Núna tekur það 40 mínútur til klukkutíma, sem er óþolandi, skilur við, þannig að leið og tölvan fer á sleep mode, þá pásar hún upp hleðsluna, þannig að það er svona smá væll hjá mér en ég mun koma aftur. Ég sakna þess að taka upp, ég sakna þess að klippa, ég sakna þess að eiga ekki minningar af börnunum og já, þannig að ég ætla að leggja Snapchat aðeins til hliðar þó að áhorfið þar er töluvert hærra en á YouTube, en mér þykir bara vænt YouTube. Mér þykir vænt ykkur sem nennið að eyða 10 mínútur korteri í lífi ykkar að horfa á vídeobloggi mín. Mér finnst það ótrúlega gaman. Daginn fengum við fanmail. Ég eiginlega vil meina að Anita fékk fanmail, ég var bara með. Skilur við. Og þetta var ung stelpa sem býr á Selfossi. Hún var búin að hekla eða prjóna, ég er svo vitlaus, ég veit ekki hvor það er. Kúrubánsa fyrir stelpuna sem er að fara að koma og svona teppi og þetta er ógeðslega flott og ég verð að viðurkenna að það kom smá tár bara að þú hafið í alvörunni nennt að gera þetta og við sagði við Anitu, þessi stelpa, að þetta tók 3 vikur þannig að búa þetta til, þannig að mér þykir ótrúlega vænt allt svona og bara takk enn og aftur, takk æðislega fyrir okkur og ef ég man eftir því ég kem heim þá ætla ég að sýna ykkur það. Ég ætla að halda áfram að vinna, núna er klukkan 13:20 þannig ég ætla að koma mér af stað. Já, núna er klukkan 10
og strákarnir eru farnir að sofa. Anita hugsanlega sofnuð en ég fór út í búð og kaupa spatón og eitthvað svona dót fyrir hana í apótekinu, ekki bakari, apótekinu. Ég núna nálægt húsinu sem við erum að fara að flytja í og ég ætla að taka upp dróna minn og ég ætla að sýna ykkur leiðina ef ég næði. Ég held að það sé ekkert rosalega hvasst úti og ég ætla að sýna ykkur hvar við eigum heima núna, hvert við erum að fara. Og já. Núna er klukkan að dætti 10:30, ég ætla að fara að koma mér heim. Ég á eftir að klippa þetta allt og skoða hvort að það hafi virkað hjá mér með drónan. Já, ég er að pæla að enda þetta bara núna. Bara takk aðeinslega fyrir áhorfið, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Við þykir rosalega vænt ykkur öll. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig, bye bye.